út af persónuverndarlögum þá mætti ekki upplýsa skóla niðurstöður barnanna í PISA. Þetta náttúrulega bara, svona gengur ekki. Það svona örlítið kannski linkind í okkar samfélagi við svona og agaleysi. Og það komið inn í kennslustofuna og þeir sem að valda kannski mestu truflunni, þeir fá mestu athyglinna. Að börn ekki snillingar. Þau eru bara börn sem að mega líka vera. Ég held að enginn horfi tilbaka og segir mig sjálfum sér bara, vá, hvað ég var mikill snillingu þegar ég var yngri. Evrópa gerir sér betur grein fyrir þessu, heldur en við hérna í Íslandi. Við erum svo nátengt Bandaríkjunum, Silikondalurinn bara einhvern veginn alltaf nýjasta, það er íslenska bara, ertu komið með þetta app, ertu fann að greiða með símanum, ertu að greiða með símanum eða ertu með debitkort, ég með þetta á símanum. Það hefur verið sagt að við þurfum ekki, það þyrfti ekki stasi í dag, af því það til Facebook, allir inn í samfélagsmiðlum, sem að fólk með kunnáttu notar eins og miklu dýpra heldur en stasi. iSafe var bara sjaldan verið stoltari af okkar forseta heldur en þar. Sælbless Helga, það segir gott. Sælbless þær, ég segi bara allt fínt. En það ekki? Jú. Þú ert forseta frambjóðandi. Heldur betur. Hvað rekuð ég þetta? Það sem ég langar að gera í dag að við gerum okkur aðeins grein fyrir ekki bara hver þú ert, þetta líka svona, mér langar aðeins að taka þetta leikjafræðilega á þinni stöðu. Út af því að nú að brattan að sækja. Það eru komnir einstaklingar sem að þykja mjög sigurstranglegir og þótti vel sigurstrangleg, svo við tölum Katrínu áður en hún bauð sér fram. Hvernig sér þetta fyrir þér? Út af því að ég tel að ef ég væri kosningastjórinn þinn, þá myndi ég segja, Helga, nú þarft þú að móta þér sérstöðu. Út af því að fólk þarf að hafa einhver svona aðgreinandi, út af því að fólk kannski sem að finnst þægilegt að kjósa það sem það þekkir, líklegt til þess að kjósa Katrínu út af því að hún svo þekkt. Hinn eru líka þekktir. Hvernig ætlar að móta þér þessa sérstöðu? Hvað það sem að aðgreini þig og hvað svona sérstætt við og akkur ætti þú að sinna þessu embætti frekar en þessi þekktu einstaklingar? Já, ef ég bara byrja bara á byrjunni að því mér finnst ástæðan fyrir ég bara fór af stað þessa vegferð, að það eiginlega bara þetta að maður staldrar stundu við í lífinu og velti fyrir sér hvert maður að sækja og hvert maður að halda og hvar maður. Og ég meina þegar ég bara velti þessu fyrir mér að þá þetta staðreyndin, ég búin að starfa svo lögfræðingur í 29 ár og svo fór ég að telja saman vinnustaðina og jú, þetta bara meira og minna alltaf í almanna hagsmuna umhverfi. Þannig ég alltaf að sinna almanna hagsmunum, hlúa fólkinu í landinu á mismunandi stöðum og þá spurningin mitt hvað minn styrkur. Þannig að það hefur reynst mér mjög vel í þessari vegferði mitt líka þykja vænt fólk. Og þó svo ég hafi núna síðustu árin starfað í daldi hörðu málaflokki sem forstjóri persónundar og sumir eiginlega kannski dæma mig pílt út frá því og halda það sé bara ég, að þá ég nefnilega svo margt annað. Það að ég lögfræðingurinn sem búin að vinna í 29 ár af þessum almannahagsmunum, heldur ég líka búin að vera í ótrúlega miklum alþjóðlegum samskiptum. Ég tala bara þokkalega góð tungumál. Ég flugmælt á ensku og frönsku og danskan var allavega alveg þokkaleg. Og ég mjög vön að fást við erlendar samkomur, erlendar ráðstöfnir, ég haldið erindi út allan heim og síðan ég með í rauninni kannski leynivopnið hér sem það að ég held ég með allra mestu sérfræðiþekkingu og ég held það ekki, ég með mestu sérfræðiþekkingu allra frambjóðenda á öryggi og vernd gagnan okkar, upplýsingunum okkur og allt sem tengist í raunum að segja hefur snertiflöt við netöryggi á þeirri tækniöld sem við búum á. Þannig að það held ég að sé nú kannski bara cirka bát það veganesti sem að þyrfti að vera á bestastöðum ef einhver tíman, að þá núna. Þannig að það sem sagt lögfræðiþekkingin sem gerir það verkum að allt þetta formlega sem forsetinn þarf að gera og stíga inn í, það náttúrulega bara, ég ætla ekki að segja að það sé eitthvað eins og bara ofan og brauð fyrir mig, en það mér dálítið eðlislegt, það bara mitt umhverfi. Og svo það líka allt þetta alþjóðlega sem forsetinn þarf að gera, taka móti öllum þessu fyrirmönnum og kóngum og drottningum og öllum þar á milli. Ég ekki að segja það að ég hef verið endalaust með kóngum og drottningum, en ég þekki aðferðafræðina og í grunninn þá maður bara vera maður sjálfur, en það sakar ekki að tala tungum og þykja vænt annað fólk, að þetta snýst alltaf tengingar. Ég á sæti núna í hinu evrópska persónuverndarráði og ég get farið hvert á land sem í Evrópu og heimsótt fólk og rætt við fólk út af mínum tengingum. Og ég hef bara átt ótrúleg samtöl við fólk hvaðan af í heiminum
og einmitt sko náð samtali og komið hlutum áleiðis og leitt fólk saman. Þannig að þetta minn styrkur líka og það í raunin líka að bjóða svo fram kannski minn heilstifta karakter, ef ég leyfi mér að segja þannig, að ég bara þekkt af því að vera sönn og vera heiðarleg, vera trú og samkvæmt sjálfum mér, vera gríðalegur vinnuforkur. Ég meina fyrstu 5 árin hjá Persónuvernd, maður leit bara eiginlega ekki upp. Það bara, þetta var lífið mitt og ég hef tilhneigingu til þess að brenna fyrir viðfangsefninu hvað sem það á hverjum tíma. Þess vegna kannski ég alltaf búin að vera í almannageiranum af því að það er svo auðvelt að brenna fyrir því að búa til betra samfélag á Íslandi og sko ég áttum alveg á því að það eru glæsilegir frambjóðendur þarna meðalvor, það var náttúrulega búið að tala ýmsa og nú það orðið ljós hverju þeir eru en þetta var bara eitt af því sem ég var bara þurft að undanum að gera upp fyrir mig hafandi auðvitað fengið einhvers konar ábendingar í gegnum árin frá fólki nálægt mér vissum að Helga færi einhvern tíðinu forsetaframboð, gott og vel, bara yndislegt og ljúft að heyra það, en í grunninn að þá var þetta bara orðið, bara fann ég hjá mér, ef ég býð ekki fram mína krafta fyrir íslenska þjóð, af því ég tel mig geta gert þetta upp á 10, ég tel mig reyndar geta gert þetta betur heldur en allir aðrir sem í framboði. Þetta bara staðan, ég einlæg, ég með fætur á jörðinni og ég ekki með eitthvað yfirlæti, ég treysti mér fullkomlega til þessara starfa og ég held ég geti gert þau svo sómis ég af fyrir landsmenn hér heima og að heiman og þess vegna ég gert það. Ok, þá veldi ég fyrir mig sko, þegar talar tengsl við erlenda aðila, Katrín náttúrulega búin að vera mjög miklu samskiptum við nákvæmlega þá leiðtoga sem að þannig að hún myndi segja sko, nei, ég held ég skákinu nú þar út af því að ég náttúrulega alltaf að tala við þetta fólk og hefur verið að gera ekki um tíðina. Þannig í rauninni var ég ekki einu svona myndasamband, ég bara reyna að að framlengja samband sem ég á nú þegar við þessa leiðtoga og við þurfum að hafa samband við, sérstaklega núna þegar hagsmunir Íslands, þá höfum við ekki, þegar hagsmunir Íslands að verða, já, hvað ég var að segja, það erfiðara að reikna út hagsmuni Íslands, það að verða erfiðara að reikna út stöðuna í alþjóðakerfinu og þá getur Katrín sagt bara, heyrðu, ég skáka þér þarna út af því að ég einfaldlega hef verið að hafa þetta samband, ég þarf ekki núna að fara að mynda einhver sambönd, ég get farið beint í það að vinna fyrir hagsmunum Íslands. Af hverju telur þú að svona til dæmis að þú gætir verið betri í þessu að í rauninni skáka öllu þessu fólki út af að þú sett betur en til þess fallin heldur en þau til þess að tala við þessa leiðtoga, til þess að vinna hagsmunum Íslands. Hvernig sérðu það fyrir þér? Já, ég sé það fyrir mér að sko, við erum að tala fólk sem vant því að fólk kom og fari. Fólk vant því að það sé skipting í brúnni og ef það stekkur inn einstaklingur sem kannski ekki búið að nákvæmlega í þessari brú heldur mjög svipaðri, þá verð ég bara að segja að það skiptir ekki öllu máli. Vegna þess að ég líka eldri heldur en forsætisráðherra og að því leyti get ég haldið því fram að ég sé reyndari. Nú veit ekki hvað tungur hún talar, en ég tala nokkrar dálítið vel. Þannig að svona hluti skipta máli og ef maður komin á miðjan aldur að þá stundum, þú veist, það pildil búbót vegna þess að þá meiri þroski og það meiri reynsla og ég hef þannig sögu að ég klára líka mín verkefni. Ég að fara frá Persónuvernd núna, ég hefði ekki viljað fara frá Persónuvernd fyrr, það ástæða fyrir því, ég skil Persónuvernd við núna í svo góðum höndum að getur hvers með tekið við. Vonandi það sama hægt að segja þjóðubúið og allt í góðu. Það ekkert að segja ríkisstjórnina? Já, sko, þú veist, það nefnilega málið, skilju. Þannig að ég bara, ef fólk kynnir sér mína sögu, þá sér það að ég hef dug og þor og festu. Ég hef þegar stigið inn og tekið gríðarlega óvinsalar ákvarðanir, margar hverjar með stjórn Persónuverndar, en þær eru búnar til á mínu skrifborði og með mínum lögfræðingum. Þannig að þetta bara þess vegna kem ég bara sko frekar brött hér fram af því að ég eldri og reyndari að mörguleiti, þannig að þó svo að svona stundar kunningsskapur hafi orðið til, ég ætla ekki að gera lítið úr honum, en bara fyrirgæðu, ég get þetta líka og gott betur. Hvernig mátar þið þá við embættið? Út af því núna það svona fólk með mismunandi hugmyndir. Baldur með ákveðna hugmyndir, ég voru að hlusta á viðtal við þig á Samstöðinni, þar sem að þú varst að tala einmitt að málskotsrétturinn ætti kannski að verða aðeins ríkari, ef ég skildi þið rétt, en sko, og þið töluðum með Vigdísi, töluðum Ólaf og það svona mismunandi hvernig
frambjóðendur eru að máta sig við embættið. Sumir að tala málskotsrétturinn þurfa ríkari, eiginlega allir eru að tala það og tala það að þeir verði einhver svona öryggisventill gagnvart þinginu og að þó svo að þessi þingræði þá þurfa að vera öryggisventill þegar það verði gjá á milli þings og þjóðar eins og það sagt er. Hvernig mátar þú þig við þetta? Hvenær myndir þú telja að þurfa að grípa inn í? Baldur hefur talað það þegar það fer gegn tjáningafrelsi og mannréttindum. Það er enginn að móti tjáningafrelsi og mannréttindum, þannig að það er kannski frekar auðvelt. Hvernig sér þú fyrir þér út að þú hefur verið á persónuvernd? Það er, og þín sérþekking gerir það verkum að þú ert eflaust betri til þess fallin að meta það hvenær persónuverndarlöggjöf gangi of skammt eða of langt heldur en allir á þingi. Hvernig metur þú svona við hvað aðstæður myndir þú telja að þurfa að grípa til aðgerða? Til að byrja með að þá myndi ég vilja segja það að mér fannst ég vera að reyna að koma þig til skila einmitt í þessu viðtali hjá samstöðinni sem nefndir að ég væri að viðurkenna að það væri málskotsréttur. Hann er komin, hann er til staðar og það er búið að láta reyna á hann. En mín sýn er það að það megi alls ekki vera að fara að ofnota þennan rétt, alls ekki. Þannig þetta er eitthvað sem er óbúslega vand með farið, en Sagan og Ólafur Ragnar Grímsson þá með sinni svona aðkoma þeirri sögu er búin að hjálpa okkur að skilja það að þessi lagaákvæði virka sem hver og það er meðal 27. grein stjórnarskrárinnar. Þannig og einmitt út af virðingunni sem á að vera á Bessastöðum. Ég meina þetta er í mínum augum eitt virðingarmesta embætti landsins og þá að vera þannig í öllum aðstæðum alltaf. Og þá er það líka þegar það kemur að því að meta með þetta með lagafrumvarpin. Af því að í grunninn þá náttúrulega bara erum við að treysta stjórnvöldum í lýðræði samfélagi til þess að taka réttar ákvarðanir á þinginu og það er bara þinglegu meirihluti sem ræður þessu. Þannig að ég meina við bara sjáum það að síðustu 8 ár þá hefur ekki reynt á þetta. Þetta hefur ekki verið notað og tvisvarsinnum í langri tíð hjá Ólafi Ragnari. Og þannig að þetta er ekki eitthvað sem á að vera eitthvað svona vinsaldar vopn ég mun gera þetta. Ég meina Sagan er búin að hjálpa okkur öllum frambjóðendum kannski að skilja þetta. En aftur ég er lögfræðingurinn og það kannski hjálpa mér líka að einhver leyti í matinu en síðan ég ætlaði mér kannski ekki að fara í einhverja málaflokka en það er alveg ljóst að grunngildi íslensk samfélags bara ég meina eins og þau eru lögfest í stjórnarskrárin okkar. Ég meina það er tjáningafrelsið og það er friðhelgi einkalífsins sem persónuverndarrétturinn er dreina af og síðan er það eignarrétturinn og fundafrelsi og svo framvegis. Ég meina hvað vitum við hvað gerist? Ég meina nú erum við þegar að lifa sögu sem við byggumst ekki við að þurfa að lifa kannski að við sem værum með forsætisráðherra sem fer í forsetaframboð. Ég meina svona bara er þetta, lífið er eins og það er og við bara tæklum það. En þannig í grunninn yfirvegun í þessu eins og öðru. En þarna er ákvæði og ef það er algerlega ljóst og það er gjá milli þings og þjóðar að þá er hægt að stíga inn og þá er það forsett að gera það. Þá veldi ég fyrir mér svo við förum aðeins aftur yfir í kosningabaráttuna áður en við förum yfir í kannski svona meira afmörkuð mál. Hvernig sér þið fyrir að beita þér í kosningabaráttunni? Þá er ég ekki endilega að tala um að aðgreina eða eitthvað fleira tvímlíkt, heldur bara svona hvernig ætlar að kynna þig út af því að núna við erum bara hreinskilin. Þú ert að mælast umtalsvert lægra heldur en aðrir frambjóðendur sem að því það er á brattan að sækja. Hvernig sér þið fyrir þér að beita þér í þessari kosningabaráttu? Hvernig er svona leikjafræðin að svona, ég þarf að ná þessari prósentu upp, ég þarf að ná henni upp kannski ekki endilega strax en ég þarf að ná henni upp frekar hratt út af því að það er stutt í kosningar. Hvernig sér þetta fyrir? Hvernig ætlar að beita þér í þessari kosningabaráttu? Já, ef ég kæmi nú með öll lindamálin til því núna, þá held ég geti nú bara að pakka saman, þannig ég verð nú að fá að eiga ykkur leynivopp, en í grunninn, ég er með kjörstjórn, byrjum þar, og ég... Nei, ég er með að tala um þig svona, ég er ekki að tala um endilega, nákvæmlega hvernig þú ætlar að gera það, ég er bara að tala um, þessi málefni, þú ert að móta sérstöð, þú ert að sýna fólki hver þú ert, þú ert að sýna, hvernig sérðu fyrir þig, hvað er það sem að þú ætlar að byggja á út af því að það er allir, Baldur talar um mannréttindi og tjáningafrelsi, margir má tala um einhver svona þjóðernis stimpil svolítið, Halla Hrund er að beita sig fyrir svona auðlindamálum, hvað ætlar þú að svona leggja grunna að? Ég er ekki að tala um endilega, ég ætla að fara að hinga þennan dag og hinga þennan dag og segja þetta og þannig, ég er meira svona að tala um
svona, hvað ætlar að beita þið fyrir? Ég veit alveg að við vorum að tala aðgreiningu náðan, en svona nú ég að gefa þér aðeins meiri kost að þið svona heilt yfir. Takk þér, já, skilðig. Sko, ég meina, ef þú kíkir á auglýsingarnar mínar, að þá stendur sem sagt á þeim reynsla og þekkingi í þágu þjóðar. Þannig að við byrjum þar, það er reynslan og þekkingin í þágu þjóðar og ég í rauninni bara að segja að ég er tilbúin að grípa þjóðina og vera á vaktinni og gera allt sem þarf að gera á Bessastöðum. Og síðan spurningin einmitt hvað annað og þá er þetta að ég er búin að tjá mig um það og það sem ég vil gera er það að ég vil vera fremst í flokki við að vera þjóðfólksins, að hlúa að landsmönnum og í rauninni hlúa að sko því sem að gera okkur að þessari sterku þjóð hérna nyrst í Atlantshafi. Ótrúlega sköpunarkraftur, þannig að það eru þessar líka blokkir sem eru hjá okkur, það er fræðasamfélagið og það er menningin og það er atvinnulífið og það er gríðarlega margt í gangi þar og þetta byggist allt einmitt á okkar grunngildum og þar vil ég vera og síðan er það náttúrulega sko tækniþekkingin sem ég hef sem að móta náttúrulega heilmikla sérstöð hjá mér en varðandi kannski einstök mál að þá er það sem að hefur verið mér mjög hugleikið en ég hef ekki getað beitt mér einmitt í hjá persónuvernd að það er íslenska tungan okkar og að varðveita hana og að taka samtali menningun okkar og menntunina. Það er alveg menntunin sem ég er að velta fyrir mér vegna að það eru svona alls konar blikur á lofti varðandi var gott að sleppa samlönduprófunum og er gott að gefa ekki alltaf einkunnir lengur og er gott að taka bara þátt í hluta PISA-könninni. Þannig að tungan okkar, menntunin okkar og hagur aldraðra. Ég er svona aðeins uggandi við því hvort að við séum að passa nógu vel upp á eldra fólki okkar sem býr á þessu landi, sem er búin að búa til þetta flotta samfélag sem við búum í dag. Þetta er í rauninni grunninn. Ég stíg framstöð þjóðfólksins með minn reynslubanka, bara lögfræðin, alþjóðastarfið og í rauninni fræðasamfélagi sem ég kem úr, en líka það að vera bara manneskja og geta sett mig í spor annara og vera auðmjúkur þjóðfólksins. Ég gæti ekki hugsa mér betra starf fyrir mig, þar sem ég er akkurat núna, en að fá að fara út meðal fólks, hvort sem það er á barnaheimilin eða allaheimilin, og líka stökkva inn í viðskiptasamböndin og styðja nýsköpunina og passa upp á menntunina og tungunna. Þannig að sko það er aldrei margt í gangi og ég er með sko sterkust er ég náttúrulega í tæknimálunum og með þekkinguna. En verandi lögfræðingur og alin upp á menningarheimili að þá er svona íslensk tunga og menntun eitthvað sem að bara hjartað slæri ósvalega mikið í brjósti mér fyrir því og þess vegna myndi að keyra okkar stórkostlega land sem ég ger ekkert betur heldur en að fara út á land og lendi í einhverjum ævintýrum og finna heita laugar og allt þetta en að sjá síðan sko nöfnin á stöðunum vera meira og minna sko orðin á ensku þetta er ekki boði eins og maður segir við börnin sko í uppeldinu. Þannig að þetta langar mig að stíga inn í og fá að vera svona yfir og allt kring, fá að leiða saman þessa sterku einstaklinga sem eru hérna meðal þjóðarinnar sem margir hverjir eru kannski í samtalinu nú þegar en við þurfum eitthvað að staldra við vegna þess að heitin eru komin á ensku og við þurfum líka eitthvað að staldra við því að við erum ekki alveg að standa okkur nógu vel í menntunni. Þannig að þarna sko finn ég gríðarlegan áhuga hjá mér að vilja fá stíginni og taka þetta samtal með þjóðinni og þeim sem þarf að taka samtali við. Þetta er mjög áhugavert. Ég hefur mitt líka verið að fjalla með það og ég held að vangeta þingsins og í rauninni ákveðið reynslu og getuleysi og þekkingarleysi hefur ollið því að við tökum mjög skammsýnar ákvarðanir hvað var það menntun og líka í sambandi við aldraða. Ég gerði rannsókn á Landspítalanum þar sem margt til mátti rekja þau vandamál sem að snúa Landspítalanum á því skorti á hjúkrunarrýmum fyrir aldraða. Þannig að ég er sammálaður að mjög stórum hluta með þessi tvö mál og ég held að þetta sé eitthvað sem að er til háboruna skammar. Það er í rauninni teknar alveg ótrúlega vondar ákvarðanir bæði hjá þingmönnum að grípa ekki inn í þrátt fyrir fögur fyrirheit og svo innan ýmissa stofnana sem að bókstaflega kerfislega vinna gegn hver annar í því að bæta hag ungs fólks í skólakerfinu. Ég var að tala við mann núna bara fyrir skömmu, það er enda bara rétt ára en að þú komst frá lesblindarfélaginu og hann mitt færði rauk fyrir því að við þurftum að fara frá því að
hugsa málum þannig að allir eru á textaformi og allir, við ætlum í raun að beita fleiri miðlum það hvernig við öflum okkur upplýsinga. Ég með svona ákveðnar athugasemdir hans málflutning en við fórum líka yfir það og fólk getur hlustað á það. En það sem vandinn er sá einfallega að við erum alltaf að koma verra og verra út á komnunum. Við erum alltaf að setja minni og minni kröfur á ungt fólk undir þeim formerkjum að við viljum ekki vera eitthvað kvíðavaldandi gagnvart þeim út af því að ef þeim gengur illa þá líður þeim eitthvað illa. Þetta er eitthvað sem við þurfum að grípa inn í og ég tel að það sé gott að þú sem forsetaframbjóðandi sért að gera það út af því að ég hef ekki heyrt aðra forsetaframbjóðandur tala um þetta, þannig að þetta er kannski önnur eða svona aðgreinandi hlutur sem þú ert að breyta sem þú ert að fara borðið. Hvernig sérðu fyrir þér, sko, og það ég er alveg hjartanlega sammála öllu því sem þú varst að segja hana. Þetta er mjög vond staða. En hvernig ætlar þú að, sko, frá praktísku sjónarmiði, það þýðir ekki bara að mæta í leikskólana og segja, í skólana og segja já, við þurfum nú ekki að fara að gera eitthvað og út af því að þetta embætti er náttúrulega svolítið, ég ætla ekki að segja umboðslaust, en þetta hefur kannski, þú er ekki mikið báðvald, en þú hefur ákveðið dagskrárvald. Hvernig sérðu fyrir að setja þetta á dagskrá? Sko, ég tek sem dæmi aftur í mínu umhverfi með persónundamálin að við höfum haft spurnir af því til dæmis í Svíþjóð að þá sko var það persónundastofnunin sem að tók ákveðið samtal sko með forsetaembættinu einmitt vernd persónuupplýsinga barna og Írland hefur verið að gera eitthvað svipað. Þannig að sko það svo í rauninni auðvelt að leiða saman og bara í rauninni boða fólk til samtals. Ég meina við þekkjum þjóðfundadæmið og ég meina þjóðfundadæmi sko stöðu menntunar á Íslandi. Þetta er bara, ég meina það er bara kortleikja hverjir koma að þessu og vera pildi frönski í þessu að bara fara að taka samtalið og taka það dýpra. Ég veit reyndar að það er verið að taka samtal. Ég veit að sko að menntavísindasviði Háskóli Íslands er að taka samtal og ég veit að það eru einstaka sko aðilar að með heilmiklar skoðanir á þessu. Það er meira að borist til mín sem forstjóri hjá persónuvernd sko. Af því að ykkur snertiflutin var það út af persónuverndarlögum þá mætti ekki sko upplýsa skóla niðurstöður barnanna í PISA. Þetta er náttúrulega bara, svona gengur ekki. Auðvitað má það. Það eru bara beinir hagsmunir sko. Ég held að sé einmitt ekki út af því ég tala þetta við Jón Pétur Símsson og Hermund Sjómiðsson og þeir einmitt hafa fært rauk fyrir því að þetta snýst ekkit endilega það að sé einhver skortur á samtali. Ég held að aðal vandamál og ég held að þetta sé 100% rétt út af því ég hef líka verið samtali við þá sem hafa hagsmun að gæta er að hagsmunir eru svolítið öfugsnúnir út af því að það er ekki endilega hagur af því að vera að bera fram ákveðnar niðurstöður á borð út af því að það þykja einhvern veginn óþægilegar. Þannig að sko, það er ekki endilega og ég veit alveg að það er, vitundarvakning er eitthvað orð sem er rosalega vinsælt hugtak innan stjórnmálana, en að mínum að þetta hugtak til þess að í rauninni þingmenn og aðrir ráðamenn bera á sér ábyrgð og þetta er eitthvað sem ég tel að þurfa að grípa mjög hart inn, sérstaklega á skólamálunum, þegar afleitar afleiðingar af því að við séum ekki að mennta börnun okkar eru gríðarlega vond ef við horfum bara á ofbeldistíðinni í samræmi við getu á skólastígi, mismunandi skólastíðum að sjálfsögðu, að það var bara rauninni beinfylgni. Þannig að það að geta ekki gripið til aðgerða sem hefur einhvern áhrif 20 ár fram í tíman eins og ég var að tala um áðan, þetta er rosalega skammsýn hugsun, bara já, gengur okkur illa í PISA, við þurfum bara að fela niðurstöður. Þannig að sko hvernig er þín afstaða til þess að snúa úr þessum hnútum út af því eins og ég segi, það eru hagsmunir að bak við það að PISA-könnunar eða niðurstöðunar sé ekki birtar. Hvernig teklum við þetta? Sko, ég meina bara eins og kannski bara í öllu í lífinu þá á sér stað einhvers konar hagsmunamat og nú erum við að tala um skólamálin og ég meina hagsmunamat hvers og hverra. Þá þarf bara að fara að vega hvernig stillum við hagsmunamatið. Erum við að tala um að það kemur illa út fyrir einstaka skóla að fá niðurstöðurnar? Er það sem er vandamálið? Það er það. Já. En það er dálítið skammsýn sín og það er ekki boði að leyfa það. Þannig að þarna myndi ég bara vilja að ræða gildin og heildarhagsmunna. Vegna þess að við erum að tala um heildarhagsmuni einnar þjóðar versus einn lítinn skóla sem vill ekki eitthvað. Og þá bara er öllum orðið ljóst, þetta gengur ekki. Og eins og þetta, ég meina, 2 eldri börnin mín, að þau
fengu nefnilega sko reyndar ég á 3 og ég og minn maður og maður getur þetta ekki eitt sko en sérst að þetta búið svo merkilegt nefnilega að ég myndi að vera á þessar hliðalínu sem foreldri og fylgjast með þessum breytingum. Elsta dóttur okkar fædd 1998. Hún upplifði 4 ár í menntaskóla. Miðjubarnið strákun okkar, hann fæddur 2000, hann upplifði 3 ár í menntaskóla. Og svo það okkar yngsta að þau fæddust 98, 2000 og 2011. Að hún 12 verða 13 og hún upplifað það að þú veist að það mitt sko miklu minni próf og einhvernir og eitthvað en samt aðeins aukast en svona þú veist maður lifir breytingarnar og það get ég sagt að ok, svo elsta hún fór í menntaskólann í Reykjavík og gríðarlega mikill námsmaður, alltaf verið og hún var svo samviskusöm, hún var svo dugleg og það var svo rosalega flott nám sem hún var að læra. Og ég hugsaði bara þegar nákvæmlega þessi stytting var eigast í stað, hvað erum við að gera á Íslandi? Vegna þess að loksins þegar komin alvöru menntun til barnan okkar, að þá ákveð að stytta 1 ár og á grundvelli hvers. Að því að spurningin var að ég var alltaf að hugsa það mjög svo, maður bara þurfa að fara í pólitík sko. Að hugsun hjá mér var það búið að meta að það sé rétt að gera þarna en ekki á grunnskólaaldurinn. Kannski ráð að stíga frekar inn í grunnskólaaldurinn að því að það er svo ofboðslega mörgum sem ber saman það að árin þar flæði einhvern veginn meira og fólk áttu sig ekki alveg á því hvað er verið að leggja inn á hverju ári. Fullri verðingu fyrir því samt, sko. Þetta var náttúrulega byggt á því að nám erlendis 3 ár og þá sérstaklega í Bandaríkjunum þar sem að fólk fer oft í nám erlendis. En ég meina, ég fór í nám erlendis skiptinám þar sem ég var meðal annars að taka 1. árs áfanga. 1. árs áfangar eru bara eins og auðveldir menntskælinga áfangar. Þannig að sko það að við höfum einhvern veginn hort á þetta þannig að menntaskólan þitt eru styttri að hafið tók ekki inn í það mat að sko 1. árið í háskóla í Bandaríkjunum eins og seinni 2 árin í menntaskóla eins og þau voru hjá okkur. Þannig að það er rosalega mikið þetta sem að mér fannst ekki verið að ég tekið inn í þetta og ég held að bara við höfum náttúrulega bara tekið svo margar vondar ákvarðanir hvað var það skólamál. Skólan aðgreiningar hræðileg hugmynd. Ég hef unnið með fötluðum í 15 ár. Ég man þegar þetta kom, þá var ég bara, þetta það, held ég það heimskulegasta sem hægt að gera út af því að bæði veldur þetta því að þeir sem að þurfa nauðsynlegri þjónustu að halda fá minni þjónustu út af því að athyglinni dreifist inn over meiri hlut, fleiri einstaklinga og sá sem að þarf nauðsynlega þjónustu að halda er mjög líklegur til þess að trufla kennslustundina það mikið að allir verði fyrir áhrifum. Þannig einhvern veginn við ætlum að vera eitthvað voða liberal og flott í því að fá alla inn í sama mengið. Kom í ljós að það var ástæða fyrir því að allir voru ekki inn í sama mengið, þá eru mismunandi einstaklingar þurfa mismunandi þarfir og þar alveg eðlögu við kennslustundina fyrir öllum. Og svo náttúrulega, já, eins og sé, ég geti haldið hann áfram en þetta er viðtalið þig. Bara Nei, þú veist, hvað finnst þér þetta? Þú veist, því að eins og vorum að tala um hann, hagsmunamatið. Við erum með mismunandi áherslur og mismunandi stigum, mismunandi hagsmuni. Hvernig sér það fyrir þessum, því að þú veist, við erum bara hreinskilin, það eru fólk innan kerfisins eins og Jón Pétur Símsen og fleiri, Hermundur og fleiri sem eru innan þessa kerfis. Íris Róbertsdóttir hefur fært rauk fyrir því bara af hverju er þetta ekki að gera þetta eins og við í Vestmannheim og þetta gengur miklu betri hjá okkur heldur en ykkur og því er að gera þetta mjög illa. Samt breytist ekkert. Hvernig sér þau fyrir að þetta embætti sem er ekki kannski endilega innan þessa kerfis sé að fara að geta sett þetta á oddinn? Ég er bara svo lausnamiðið í minni nálgun og bara orð eru til alls fyrst og þú segir einmitt sko vitundavakning þú veist það er bara næstu að setja máli nefnd sko en þú veist sko ég veit ekki hvort að sko liðinum sé orðið nægilega ljós alvarleg staðamálsins. Þannig að sko, ég meina, og bara, þú veist, ef við förum átt okkur á því að þetta er svona alvarleg staða og þú veist, bara við verðum að fara bara svona að meðtaka það, að þá er ég alveg vissum að samtalið, sko, það er allir tilbúinir í samtalið. Auðvitað náttúrulega, sko, menntapólitík er náttúrulega endanum eitthvað sem er, sko, þú veist, einhver pólitík er í þessu, en ég er alveg fulluð sem að, sko, að það væri hægt að taka samtalið og bara, það er eiginlega ekkert annað í boði. Vegna þess að, eins og ég sé, það er bara svo mikið undur og þegar maður heyrir frá háskólakennurum að texti sem kemur frá fólki sem er, bara í ágætu námi að sé illskiljanlegur. Þú veist, þetta
gengur ekki, því að ég meina, ég með próf frá Háskóla Íslands og það hefur reynst mér bara gríðarlega gott. Það hefur verið mér bara gríðarlega gott veganesti og ég meina, sko, íslensku kennararnir sem ég var með og dönsku kennararnir og þetta var bara, sko, flottu kennararnir, það eru þeir sem gerðu bara, sko, stóran part af þeirri manneski sem maður í dag. Og ég meina, kennararnir eru þarna einhverstaðar ennþá úti og þú veist, þeir eru til staðar en það einhvern veginn þetta sko eins og nefnist, þú veist, það svona öllítið kannski linkind í okkar samfélagi við svona og agaleysi og það komið inn í kennslustofuna og þeir sem að valda kannski mestu truflunni, þeir fá mestu athyglinna og svo framvegis. Ég held að sé allir svona að reyna að vera góðir en sko maðurinn minn áður en hann var sjúkraþjálfari að þá fór hann í íþróttaskólann á Laugarvatni og vann 1 ár sem íþróttakennari. Og þá, sko, frá honum mann ég bara sögur það, þú veist, ef maður bara rétt lagði hönd á öxl, sko, að þá komum bara kvörtum frá foreldrum, sko, skilju, þú veist, það ég meina, skilju, þú veist, þannig að við þurfum einhvern veginn bara svona, náum einhverjum byslum okkur, sko, þú veist, að hérna, virðum réttindi barna, þau eru framar öllum réttindum, en það, sko, en ekki láta hávara minnihlutan þar heldur stjórnöllu. Nei, þetta náttúrulega byrjaði með því að við töldum að krakkar væri allar svo miklu snillingar. Börn eru engin snillingar. Það eru sumir sem eru ágætir í skák og sumir sem eru með einhverja rosa hæfni í starffræði. Þau hafa enga, eins og þú ert búin að byggja þinn málstæða sem ég til að sé ákveðin, góða málstæðar, sem reynsla á þekking. Börn hafa ekki reynslu né þekkingu. Þannig að það bara horfast í augu við það að þau eru ekki bestið þess fallin að taka ákvarðanir með eigin líf áður en þau verða x-gömul, hvenær sem það nú er. En þetta nefnilega algjörlega gali eins og þú segir, sko. Ég náttúrulega kennir hnefalega ólingum og ég bara, skilurðu, þannig gerður að ég bara, þú veist, ég stjórna ferðinni þegar við erum með hnefalega. Þú veist, það verið að kýla fólki í andlitið, það getur alveg haft afleiðingar sem ég ekkert feimin við að tala ég ræð ferðinni, krakkan ráða engu þarna inni, þau ráða, ég segi hvað þau að gera og ef þau eru ekki tilbúin til að gera það, þá getur þau farið annað. Mér finnst alveg að það eigi pínu að vera þannig í skólastofunni, kannski ekki alveg hérna, þau ekki kannski gera burpees eða klúra starffræðdæminu, en það alveg hægt að finna einhvern milli við hana. Og mér finnst ótrúlegt að einhvern veginn, eins og segi, þegar við fáum verri PISA-kannanir, hvað svarið? Jú, við stinguðum undir skúffu. Og svo einhvern veginn, sko, eins og seinast þegar PISA-kannanir þá kom fyrsta svarið var sem ekki var að benda á fólk. Þetta einmitt tíminn verið til að vera að benda á fólk til þess að við séum að taka ábyrgð á hlutunum. Menna, ef við getum ekki verið að benda á fólk þá getum við ekki horfst í augu við hvað að og ég meina, ef ég að klúra einhverju í mínu lífi, í minni vinnu, í einhverju þá vil ég að sé benda á mig ellegar, þá held ég áfram að gera sömu mistökin. Nákvæmlega, það það sem ég langaði að grípa inn í, sko, vegna að bara, ef maður forstjóri á vinnustað, að þá þarf maður að fá vísbendingur það, sko, hvernig líður fólkinu. Og hvar stöndum við og svo framvegis og ég með það geta verið mismunandi erfið ár og það geta, þú veist, fólk getur verið svona óstótt af því að það þurfti kannski að hérna láta starfsmann fara eða eitthvað, þú veist, að missa vin eða eitthvað eða sko verið að tala mikið við þig eftir vinnutíma eða skilju, þú veist, það bara sama hvað það ég menn, maður verður bara að fá að vita, sko, fólkið ánætt hjá þér? Finnst fólkið þú vera sanngjarnt stjórnandi eða ekki og þetta alveg eins og í þessu ég meina hvað sem það skólastjóri í einhverju skóla eða kennarar ég meina ef að krakkarnir ekki að ná einhverjum sko árangri og það verður að vera einhvers konar mælikvarði á hlutina ég meina við vitum það að mælikvarðarnir eru stundum líka komnir alveg í eitthvað rugl ef ég segi bara eins og ég meina mælikvarðin einmitt sko eins og þegar dóttir mín einmitt 12 ára sko er að æfa sig fyrir lestrarprófið ekki eins og ég fekk sko svona þjálfun í því þegar ég var yngri að þá einmitt í langskóla þá var maður kennt að tala fallega og með ákveðnum hætti en ég man ekki eftir því að vera að setja niður blað og segja Helga fór að gera þetta skilur þú veist hraðlestarprófi eiginlega hvað nærði mörgum orðum einmitt á einhverjum sekundum sko þú veist þannig að auðvitað náttúrulega sko þetta einhver mælikvarði það að einhver sem kann að lesa vel og
er þá betur en kann að lesa vel hratt en það les engin vel þegar hann les of hratt og hvað við að mæla og skilja og svona, já það frekar sko, þú veist þannig að ég veit ekki hvaðan þessir kvarðar koma sko. Nei, en það breytir því sem ekki aftur á móti að þegar að þetta er kvarðað og metið á alþjóðavísu að þá þurfum við svolítið horfast í augu við að ef okkur fer sífellt aftur algjörlega að þá er ekki að segja bara eitthvað hvernig erum við að mæla eins og margir hafa verið að segja sko það sem ég myndi byrja að segja ég tek þetta dæma því mér þetta er svo bara absúrt þetta hraðlestrar dæmi sko en ok, gott og vel, greið því fyrir bara í PISA því að mér, þú veist, upplýsingarna sem ég fekk að því að ég hef með rætt við fólk í skólasamfélaginu og ég fekk með útskýringuna að við tókum ekki þátt í öllum hluta PISA-könnunarinnar og þess vegna er hann ekki sambarlegur, þá skulum bara laga það tökum þátt í öllum hlutunum næst að því að við erum þjóð meðal þjóða og til þess að við getum borið okkur saman með aðra þjóðir til þess að við getum lært að reynslu annara eins og við eigum að gera að þá þurfum við að vera með sömu viðmið ég meina við erum með færri nemendur og allt svoleiðis en halló, þú veist við verðum að taka þátt í þessu sama og við gerum bara aðrir gera því að það er mælikvarðin og svo vinnum við út frá því og það er ekki verið að gjaldfella einni neitt, það bara þarna kannski fær fólk vísbendingu þegar þurfum aðeins að huga því sko að þú veist hver er áherslan í þessu fagi til þess að ná fram þessum árangri þá þarf kannski að gera þetta svona veist ég menn þetta er bara við þurfum að horfa í augu þetta en ef ég má bæta við sko eins og segir sko krakkar veit ekki neitt en sko ok, krakkar náttúrulega eru frábær og þessi óbeislagi kraftur sem er hjá okkur og sem ég fann til þegar ég bjó með minni fjölskyldu í Brussel í 2 ár frá 2003-2005 þá var ég vinni hjá EFTA og sko maður kemur heim í frí og svona þetta er einhvern veginn, þetta er alveg magna sko við erum svona þú veist, það tala allir frekar hátt og það hérna, láta allir daldi hátt sko, það er svona kraftur í okkur og sko honum ber að fagna þannig við þurfum einhvern veginn að passa um þetta viðhalda kraftinum og það sem gerir okkur að þessari sterku íslensku þjóð og ég meina margir heimsækja okkur og fáir vilja vera áfram flestum finnst bara gott að segja blessa því það er orðið og kalt og vilja fara heim til sín sko en við þurfum að beisla þau auk betur við þurfum að hafa krakkana agaða ég meina ég var alin upp við það að bera bara virðingu fyrir eldra fólki ég meina og maður í öllum þjóðfélögum þá bara stendur fólk upp þegar eldra fólk kemur, ég veit ekki, vonandi gerist það í strætó hér heima, ég hef ekki tekið strætó undanfarn ár, en sko þú veist, við þurfum bara að vera ögn öguð að því að við þurfum að hafa samskipti við aðra og það eru aðrar menningaþjóðir sem að vilja sækja ykkur heim og jafnvel gera okkar menningu fjölbreyttari og við þurfum bara að koma falla fram við hvort annað og aðeins að kannski að læra meira í aganum af því að ægin er svo góður, hann stillir, ég meina öll börn þurfa aga til þess að vita þetta má ekki ef að allt er í boði, ég meina get ég það þá fjandi laus, það er ekki í boði Nei, sko, ég bara er á því að börn eru ekki snillingar og mér finnst þau ekki rosalega klár og mér finnst þau ekkert, þau eru bara börn sem að þau mega líka vera ég held að enginn horfi tilbaka og segir mér sjálfum sér bara vá, hvað ég var mikill snillingu þegar ég var yngri það er enginn, þú getur farið aftur fyrir þá sem eru svona mínum aldri fara á gamla Facebook posta sérðu einhverja posta eftir einhver snilling hugsaðu mig alvörinu með sjálfur þér eða sjálfum þér vá maður, ég var bara algjör snillingu þegar ég var yngri, það hugsaði þetta enginn, hugsaði allir, vá hvað ég var vitlaus þegar ég var yngri allir, af hverju ættum við ekki að gera ráð fyrir því að nákvæmlega þessi krakkar sem eru núna að upplifa það að vera krakkar sem er bara gullfallegt, það er gullfallegt að vera barn það er gullfallegt að eiga góða æsku það er gullfallegt að reyna að búa til minningar í íþróttum og skólastarfi og fleira og að prakkarastegum svona up to a point svo ég fóð að sletta það er gullfallegt en það horfir enginn tilbaka og hugsar vá hvað ég meitt snillingur við eigum ekki að gera ráð fyrir því að þessi krakkar séu snillingar því að þau eru það ekki og mér finnst við bara eiga að geta horfst í augu við það við eigum sem fullorðið fólk að taka ábyrgð á börnunum við erum að fría okkur ábyrgð meðal annars á samfélagsmiðlum sem langar að koma inn á núna þetta ég veit að þú ert með sérþekkingu á og mér finnst bara að það sé ég bara vera alltaf að segja börn eru ekki snillingar þau eru það ekki ég ætla bara að segja enn og aftur en að samfélagsmiðlum sem eru svona nátengt þessu út af því að hérna, ég held að samfélagsmiðlar gerir fólk enn vitlausara ekki enn vitlausara, ég er ekki að segja að fólk sé vitlaust en ég er að segja að gerir fólk vitlausara heldur en að ellegar væri þetta hefur mikið með persónuvernd að gera sem að þú ert með mjög sérþekkingu á hvernig hérna, sko staðan í dag
Nú hefur verið að persónugreina okkur á mjög mörgum kvörðum yfir það hvaða ákvarðanir Cassar Sunstein kallar þetta choice architecture, það sem rauninni verið að móta þig að ákveðinni ákvarðanatöku í þínu lífi með vísandi þess hvernig í rauninni þú búin að vera að móta þér á samfélagsmiðlum að gefnum upplýsingum það hvernig þú ert líklegur til þess að taka ákvarðanir. Hvernig sérðu þetta fyrir þér í dag? Í hvað stöðu til dæmis Ísland í svona alþjóðlegum samanburði? Já, sko, ég held að margt hafi gerst hérna undanfarin ár. Ég held að, ég finn fyrir því að það svona miklu meiri meðvitund þessi mál. Þannig þegar maður var að byrja að tala að þá svona, hvað hún að segja og hvað, ég meina... Vitundavakning gott orð hérna, ég skal alveg gefa okkur. Þú varst að skemma það áðan svo aðeins fyrir mér, sko, því ég er búin að segja það er búin svo mikil vitundarvakning í persónuverndarmálum og svo bara, Það er ekki alltaf að setja mál í nefnd að segja vitundavakning. Nei, þú veist, þannig að sko, það er það góða að mér finnst fólk skilja meira og ég meina inngangur í þinn geðverkum, ég þarf bara, finnst mér ekkert mikið að segja. Ég meina, þú ert að segja mér, sko, þú veist, það sem að þetta er snýst og ég meina, ég man bara þegar ég byrjaði 2015 maður fór þessar alþjóðlegu ráðstefnur og maður sáu mitt, sko, bara, þú veist, manni var sagt frá þessu mitt, sko, að interneti var í rauninni í grunninn bara sett upp til þess að tengja fólk. Og það er náttúrulega, það fallega við það. Fólk situr heima og tengist einhverjum bara í stofu hvað sem í heiminum. En að samanskapi, sko, þetta var svona bara svona, afleitt breyta að geta fylgst með öllu sem fólk gerði. Þannig að þegar fólk situr heimi á sér, heldur þessi bara eitt að vinna í stofunni, að nota þessi forrit, að þá er bara rýnin á fólki og allt þetta. Þú veist, og 52.000 hegðunar einkenni eru notuð. Til þess að rýna okkur í hópana, til þess að nota þessar upplýsingar fyrir óbrútna aðila, til þess að herja á sína hópa, til þess að fá til þess að kjósa með ákveðnum hætti. Reglan er þessi, bara í hefðbundnum kosningum, sleppum forsetakosningum, að þá í rauninni þú getur ekki áttið þá sem er algjörlega til hægri og algjörlega til vinstri, en þú getur algjörlega áttið miðjumóðið ef þú brýtur persónuverndarlög í Evrópu, af því að þú mátt ekki gera þetta þannig. En svona hefur þetta verið gert víða og þetta er það sem að fólk segir að hafi gert og gerða verkum að Trump var forseti í Bandaríkjunum, af því að hann var bara með tæknifólk sem að bara herjaði þarna á og það er alls konar leiðir, það er hægt að búa til fésbókasíður, ef ég bara konur elska þennan forseta og skótopnaeigendur og hundaeigendur og þessir hinn og þessu hinn. Þetta er Cambridge Analytica. Þetta er Cambridge Analytica og þá ertu komið með hópis og hvað gerist? Fólk fer inn að það vill vera í hóp, það vill tilheyra einhverju heild. Það ferð inn í hópin og þann bara stakkar og ert með einhverja skemmtilega myndir og frásögn og eitthvað svona einhverjar ég ætla ekki að segja clickbaits en bara eitthvað sem svona einhverja forsýður sem eitthvað sem þið finnst áhugavert og svona eitthvað sem lokkar fólkið inn, ánetjar fólkið í hópin og þetta er bara sálfræði, þetta er ekkert annað en sálfræði sem fyrir í gang, bara mjög djúp hugsuð sálfræði og þá er fólkið, þú veist, fólk er ekkert að velta fyrir sér hver ætli stjórni þessum hópstíðin komin inn, fólk er bara að hugsa þessi er í hópnum og þetta er umræði, það áttast ekki að þeir sem stjórna hópnum, þeir geta að fara að vinna með leirinn sem er komin inn og svo fer það að kynnast einmitt sko þarna og segja bara ef þú kýst þennan að þá er þetta í lagi en allir hinir ætla ekki að gera þetta og þú veist þetta er aðferðafræðin og þá ertu komin sko niður í örindir og þetta er náttúrulega við komumst ölliti að þessu heima á Íslandi fyrir þingkosningar og þess vegna kom álit frá persónundum það að hvernig má gera þetta og hvað má ekki gera vegna þess að hérlendir stjórnmálaflokka voru komnir ekki fyrir þannig að biðja bara að senda skilaboð til lækna heldur voru konir niður í ákveðna sérgreina læknisfræði og þú veist það er kannski bara 2-3 í ákveðni sérgrein þá ert eða að koma með einstaklingin og þá ertu að fara að koma með svona mótandi skilaboð til einstaklings og það er það sem þetta kerfi virkar að sjá fyrir þínar langanir og þrár og þinn innsta kvíða og gleði og hvenær ertu hrærður og hvenær óttastu þetta er tæknin fann að sjá áður en við sjáum það líka með hjálp andlitsgreiningar og alls hins og svo kemur gervigreindin og allt saman þannig að sumir segja heimurinn verður allt annar þegar eftir 5 ár og þá segi ég, er það ekki bara fínt að ég sé á Bessastöðum? Nei, ángríns, vegna þess að þú veist það er svo ofboðslega margt í gangi og bara til þess að hafa skilningin og hafa þræðina. Þú spurði hver er staðan á Íslandi og ég sagði upp að hún er betri en hún var. Ég bara er ekki lengur í þessu starfi en ennþá fólk sem segir ég hef ekkert að fela. Og sko ef að ráðherra í ríkisstjórn segja það skiptir mig engu máli hvort að það sé verið fylgjast með mér á samfélagsmiðlum gott og vel. En sko fólk áttar sig ekki á því það er verið að vinna þessar upplýsingarstundum gegn okkur
Ég meina, eftir hvað við fyllum hratt út umsóknum lán á netinu, það getur ráðið hvort fá lánið ekki, vissur það? Nei. Samur tryggingar, samur jafnvel ferðalög, samur í Kína, ef þú ert, ef þú ert sem sagt ekki hliðhollur einstaklingur fyrir stjórnvöldin, ef þú heldur ykkur leyndu fyrir þig, þá bara hreinlega, þá getur ekki farið í hvaða skóla sem þú getur ekki kvænst hvaða einstaklingi sem þú mátt ekki nota hvaða samgöngumáta sem þú notar sama greiðslukorti fyrir allt í Kína, það allt þitt líf á einu greiðslukortinu og kínversk stjórnvöld eru tengd eigundum forritana, þú veist þannig að það bara spurning hvernig lífið viljum við lifa, það verið að herja á þessa tæknirisa með gríðarlega háum sektum og ég bara trú á það góða muni alltaf hafa sigur fram, að þetta snýst í grunnum það hvernig samfélagi viljum við lifi. Ég meina, fyrir rúmum 2 vikum, það bara 3 núna, þá átti ég til dæmis ekki líf á samfélagsmiðlum. Og svo ég líka að fara í kosningabaráttu, hafandi ekki átt líf á samfélagsmiðlum, þannig að þú talar að brekkan sé brött, ég veit allt það. Þú veist þannig að en það bara svona, það þessi fíldirska sem er í manni og ég geng á því, en þetta gerist alltaf á sem samfélagsmiðlum og aftur, tengingin góð, en hvernig fyrirtækin haga sér, það ekki gott, þannig ég býð eftir samfélagsmiðli, þar sem fólk getur talað óáréttu, fjölskyldu og vini, alla þá sem vilja tala við, án þess að vera að brjóta á grunn réttundum okkar. Það nefnilega eitt Roger McNamee fjallar einmitt þetta mál með þetta ég hef ekkert að fela það snýst ekkert það hvort að þú hafir eitthvað að fela eða hvort að þetta snýst það að þér finnst óþægilegt að einhver upplýsingar komið fram það sjálfsög finnst flest það í sambandi við samfélagsmiðla, tala allir það ef að öll mín samskipti eru borin fyrir borð almennings þá verður maður örugglega hengdur á Arnarhóli segja allir þetta, en ok, málið það að líka eins og Roger McNamee fjallar að þegar þú ert að færa púslið inn ég er ekki roboti og fleira þvíumlíkt að þá getur það hvernig þú beitir músinni sýnt fram á ákveðin einkenni eða forbóðar Parkinsons og ef að þú ert með forbóðan Parkinsons þá eru komnar upplýsingar inn á gagnagrunn hverjum græði þeir mest á að selja þær upplýsingar, tryggingafélögum þannig að þú getur verið komið með niðurfellda tryggingar undir þeim formerkjum að þú sért með mögulega að fara að fá Parkinsons og þá ert þú í rauninni án þess að vita það að þú ert með forbóða það að þú sért að fara að fá Parkinsons að þá er búið að fella tryggingana inn á gildi þannig að þetta er ekkert, þetta er bara lítið dæmi þetta er hægt að sækja fullt af svona upplýsingum þar sem að þín vitneskja er minni heldur en vitneskja annara þannig að þín vitneskja það að þú hefur ekkert að fela er ekki bundin við þína þekkingu á eigin tilvist þannig að það er þetta sem að mér finnst líka við þurfum að horfa á Ég bara fagna þínu erindi hér vegna þess að þú veist að ángríns þetta er það sem þetta snýst og blæbrigði raddarinnar segir hvort þú sért lærður einstaklingur eða ekki og hvernig þú breytir röddinni þau segir bara geðslag þitt líka veist, þannig, og þetta er unni með þannig að það veit svo til að bara staðrindin er bara þótt ég segja þannig að Evrópa gerir sér í dag svona almennt betur grein fyrir þessu, heldur en við hérna í Íslandi. Af því að við erum svo nátengd Bandaríkjunum, Silikondalurinn er bara einhvern veginn alltaf nýjasta, það er þetta íslenska bara, ertu komið með þetta app, ertu fann að greiða með símanum, ertu að greiða með símanum eða ertu með debitkorti, ég er með þetta á símanum. Við grípum allt þetta nýja og við erum svo nýjungagjöld og það er krafturinn okkar. Flottur en beislum hann aðeins og skiljum, en að samanskapi það er náttúrulega fyrirtækin sem er nummer 1, 2 og 3 þurfa að haga sér. Það er þau sem þarf að beisla. Að því að þetta snýst ekki hvað einstaklingur gerir um einhvern annan og einhver einstökum myndbirtingar þetta er þessi stóru risar sem er að finna út fáið þennan sjúkdóm og erum við að missa af einhverjum gæðum í lífinu af því að fólk er búið að átta sig á því löngu að við áttum okkur á því að við sem að fá okkur sjúkdóm. Þetta er málið og eins og þetta í Evrópu þá býr fólk og lifir ennþá seinni heimsstyrjöldina og þú veist þetta fólk man alveg hvernig fólk var dregið í dilka þá og það er úr þeim rótum sem persónudalöggjöfin er sprottin friðhelgi einkalífs þú veist það bara og það hefur verið sagt að við þurfum ekki það þyrfti ekki stasi í dag af því það er til Facebook allir inn í samfélagsmiðlarnir sem að fólk með kunnáttu notar eins og miklu dýpra heldur en stasi Já, þetta er orðið mjög creepy hvað svo við förum aðeins aftur yfir í forseta embættið
Nú þetta líka mikið til svona fyrir utan formleg heitin að þá þetta eins og segi, þú hefur ákveðið dagskrárvald. Þegar þú komin á Bessastaði, myndu verða öðruvísi heldur en Guðni, verður svona eins og Guðni, þetta ég búin að spyrja alla að þessu sko, eða verður svona minna eins og Guðni, hvernig sér það fyrir? Hann er búin að vera svo vinsæll sko, þá eiga allir frambjóðandinn mjög erfitt með að svara þessa spurningu, en mér finnst hún alveg vera verðu út af því að sko heimurinn er að breytast mjög hratt. Mín persónulega afstöða er að ég hef alltaf kosið Guðna aftur, en með hvað hann er að breytast hratt þá er ég ekki alveg viss endilega að þeir kostir sem hann er vissulega gættur séu endilega lausnin í dag, út af því að núna þurfum við að fara að horfa meira inn á við eins og öll önnur lönd að gera, að tala um að realismi lætur aðra horfa til realisma. Við erum á mjög skrýnstað, það er stríð í Evrópu, eins og þú segir, þessi stórfyrirtæki er að vera sífellt öflugri. Telur þið verða svona eins og Guðni, verður svona meiri, hvað var að segja, ekki svona, svona sterkur leiðtogi típan, eða meira svona hófstilt, svona eins og Guðni? Sko, það er náttúrulega, það er engin eins, getur byrjað á því. Og alveg ljóst að ég er ekki eins og Guðni. Ég held að það sé kannski einhver líkindi með okkur, en ég held að ég bara hafi miklu sterkari sögu það að ég stígi inn ef á það að halda. Þannig að sko, mér þykir vænt annað fólk og mér finnst gaman að hitta fólk og tala við fólk. Og ég var spurð þetta vinkonu, heldur þetta sé skemmtilegt starf? Og ég sagði, það fer alveg bara veldur sá að heldur sko. Og að því að fyrir mig þá held ég þetta passi eins og það kannski passar ekki að segja flís við rass en sko ángríns ég bara, þetta tekkar í öll mín box af því að sko aftur veit ég ekki hvort það passar að segja en móðir mín segir að því að ég er yngst af 3 sko, hún sagði sko þú ert svo blíðasta en jafnframt svo hvassasta og það er eiginlega ég, þú veist ég hef samkenndina og ég er bara alþýðleg, ég bara alltaf tala við fólk eins í hvaða stétt og stað og hvað sem er, en að samanskip, ég hef ekkert annað en ég hef svo mikið kærleika að gefa sko, ég er bara þannig og ég er mjög einlæg og stundur bara alltof sko, en það er bara ég, en að samanskapi, ef á þarf að halda, ef einhver fer ekki með rétt mál, eða eitthvað er ekki í lagi, þess vegna fór ég í lögfræðina, þá stíg ég inn og stoppa og segi mitt. Og það er það sem ég býð upp á, plús það að ég bara elska íslenska hönnun og bara gæti mætt hvert á land sem er og hvert af heim sem er í heiminum sem er bara með fataskapin sem ég á nú þegar sem að tala um bara svona grundvallar hlutin en ég bara segja, þetta er bara einhvern veginn þetta passar mér og ég kannski ekki við hæfi en af því þú bjóð mér viðtal og ég er með hljóðnumenn fyrir frá mig að þá á ég 2 vinkonur sem koma á mismunandi stöðum í mínu lífi, ein vann með mér hjá Persónutt og önnur æskuvinkonu úr Langaskóla og það lásu pistilinn Vigdísar sem vann þarna 39 ára embættinu þar sem var að tellja upp ég held hvort það eru 15 eða 18 atriði og frá 2 mismunandi áttum í mínu lífi þá fæ ég, hún bara lýsa Helgu ég er hóvar eðlisfæri ég er aðeins komin út fyrir þægindaramman að vera að tala með svona hluti í hljónuma en ég er bara komin út í miðja á og þá segi ég bara í einlægni hvað ég er að heyra og hver staðan er í kringum mig og hvað ég er tilbúin að gera. Punktur. Já, þetta verður allavega áhugavert. Sko, tölum að þessu málskottsréttin. Guðni beitti honum aldrei. Telur þú að það hafi komið einhvern veginn upp svo staða nýverið að þú hefðir beittir öðru sjaldan Guðni hvað varðar málskottsréttin er eitthvað svona sem að þú telur að erindi forseta hefði átt meira atkvæðis rétt Sko, ég er náttúrulega bara eins og allir landsmenn hef vantarlega einhverja skoðun á einhverjum gjörðum og einhverju en í grunninn sko hafði alls ekki undirbúið svona spurningu að þá ekkert sem ég bara svona mér finnst einhvern veginn það ekki hafa verið. Nei.
að þarna hefði ég sko, ef þú hefur verið fjölmiðlamaður og gefið mér nokkra mínútur, þá hefði ég svona aðeins farið tilbaka og byrju, hvaða mál voru í gangi og hvað finnst mér, en svona ég ætla að leyfa mig bara að segja bara strax, það er ekkert sem kemur upp í huga mér, sem ég finnst að ég hefði stigið inn í, en það voru líka ekki, sko, það var ekki verið að ræða IceSafe og það var ekki verið að ræða fjölmiðlalög. Þannig að þú varst sammála Ólafi að hafa greipið inni þar? Sko, IceSafe var bara sjaldan verið stoltari af okkur forseta heldur en þar. Já. Og líka með fjölmiðlalögin? Sko, þú veist, það er bara þetta. Kannski nær því sem að þú hefur verið að starfa við? Já, einmitt sko. Það er hérna, en aftur ég var ekki sinna allt öðru þá og ég, hérna, ég er daldið varkar á því leitinu til að ég vil vinna mína vinnu, heimavinnu vel án ég tjá mig hlutina. Þannig ég er ekki búin að sko algjörlega kafa honi hver var staðan á fjölmiðlalögunum þarna og ég bara kýsa að fá bara að eiga inni svar við því, þú bara bjóð mér aftur. Við tökum það bara næst þegar þú verður kannski orðin forseti. Já. Helga Þórisdóttir, takk æðislega fyrir að koma og þangað til næst. Takk innilega fyrir mig, gaman að koma.